það var að falla svolítið áhugaverður dómur. Kona hafði verið í sambúð með manni þegar hann lést. Þau voru ekki gift, en hann átti börn og hann hafði gert erfðaskrá. Í erfðaskráni þá var tekið fram að hún ætti að erfa þriðjung af hans eignum. Og vegna þess að börnin eru hans skylduerfingjar þá má ekki láta neitt annan fá meira en þriðjung og það var gengið frá því samviskusamlega. Þegar var verið að skipta arfinum kemur í ljós að lífeyrissjóðurinn hans sem geymdi séreignarsparnað lét börnin hafa alla séreignina. Og hún fór í mál út af þessu. Hún sagði, sjáiði, hann gerði erfðaskrá þar sem ég á að fá þriðjung. En dómurinn komst að þeirri niðurstöðu sem mjög áhugaverð niðurstaða í sjálfu sér að þetta gildi bara ekkert séreign. Að séreign sé öðruvísi en aðrar eignir okkar þegar við erum að gera erfðaskrá. Jú, þú mátt alveg láta bréferfingja sem sem sagt þá sá sem ekki annaðhvort giftur þér eða börn erfa alltaf þriðjungi af þínum eignum. Það kannski gildir allt saman annað en séreignarsparnað. Gæti fólk sem vill þá erfa sambúðarmaka þurft að taka séreignina sína út áður en að deyr til þess að þessi peningum muni erfast? Já, það lítur þannig út.